Ja, þannig, eflaust ekki úrslitasvið, vildu í dag, hvernig sér þessi leikur við þér? Auðvitað svekkjandi að byrja að tapi eftir að hafa tryggt titilinn, en stundum fellur þetta bara ekki með manni og því miður var þannig dagur í dag. Hvað varst þið svona vant upp á hjá ykkur? Það var bara svona ákvarðanir á seinasta þriðjung og kannski velja okkur aðeins betri moment, en þær fengu eitt gott færi og nýttu það sem er pirrandi. Já. Hvernig fannst þér að spila hann leik svona degi eftir að vera orðið meistari? Það var mjög skrítið sko. Það hefði verið skemmtilega að tryggja þetta sjálfar frekar en að sitja heima. Hvernig fagnaði þér í gær? Við vorum bara allar saman inn í klefa og tókum smá We Are The Champions en gerðum ekki mikið meira en það. Skrítið einhvern veginn þegar núllstilla sig bara strax í leik? Já, mjög skrítið. Með hvað svona hugafæri farið inn í þennan leik? Auðvitað viljið þið vinna hann en þú veist, bara þörfin á að vinna hann er ekki alveg svo sama. Nei, það er auðvitað skrítið að ekki þurfa að vinna í rauninni, en við ætlum bara að fara inn og hafa gaman og reyndum að gera það. Ef við förum aðeins bara í þig, þú bara aðalmarkmaður Vals, liður Íslandsmeistari, það lítur að vera góð tilfinning. Já, það er mjög góð tilfinning og bara frábært að fá traustið og ekstra sætt að fá titil síðan líka í hús. Hvenær í vetur veistu að þú ert að fara að fá traustið? Ég held að það hafi verið eitt í febrúar og svo kemur líka einn útlensku markmaður og við förum í samkeppni, en ég hélt rétt á mínum spilum og fekk að spila. Það er gott að halda þeirri samkeppni bara í burtu, þú sért númer 1 alltaf. Já, mjög gott og byggir bara upp sjálfstrausti. Þið voru út svo í meistaradeildarverkefninu sem þú varst líka númer 1, hvernig var það? Það var bara ógeðslega gaman og frábær reynsla að fá og það var ógeðslega erfiðir leikir og alveg það sem ég þurfti mikið að reyna á mig. Bara gaman að geta sýnt hvað maður getur gert. Næstu eitthvað, deildarleikur á sunnudaginn? Já, móti FH og verið gaman. Ég var náttúrulega á láni þar í fyrra. Alltaf gaman að mæta sínu fyrir liði. Það er nóg að leikjum núna, það er engin hvíld. Nei, alls engin hvíld. Og svo hvað kjölfarið er það fyrsta A-landsliðsverkefnið? Já, fyrsta A-landsliðsverkefni. Mjög spennandi, spennt fyrir því. Hlakka til að kynna stelpunum þar. Hvernig var að fá kallið? Það var ótrúlega gaman og fór í smá sjokk bara á hótelinu í Albaníu sko. Já, það var bara þegar þú varst úti í Albaníu? Já, og við vorum með svo lélegt netsamband þegar ég sá það ekki fyrir korter í seinna og fekk skilaboð frá pabba, en það var mjög gaman. Hver á svona fyrsti sem þú talaði við eftir og varst valinn? Ég talaði fyrst við pabba og svo fór ég upp á herbergið og talaði við Bryndísi og Siggu. Mjög stolt? Já, mjög gaman. Gæði ekki að fann, gangi vel. Takk fyrir.